Þá ætlum við að skoða fyrsta kaflan í bókinni Náttúrulega 1, en þessi kafli heitir Flóra og fána. Við skulum kannski byrja að velta fyrir okkur hvað þýða þessi orð, flóra og fána. Flóra er orð sem við notum yfir allar plöntur sem lifa á einhverju svæði. Eins og flóra Íslands eru þær plöntur sem vaxa villtar á Íslandi og fána eru þau dýr sem lifa á einhverju svæði. Þannig að fána Íslands er öll dýr sem lifa villt á Íslandi. En hvað er að vera lifandi? Við vitum náttúrulega við erum lifandi, við vitum að dýrin eru lifandi, kannski ekki allir sem vita að sumt sem að virðast til dæmis ekki vera lífverur, eru lífverur, eins og til dæmis hrúðukallar eru dýr, plöntur eru lifandi, grasið er lifandi og þegar við förum að velta þessu fyrir okkur, þá er það þannig að allar lífverur eru gerðar úr frumum, litlum einingum sem að við byrjum öll sem ein fruma þegar við verðum til og þessi fruma skiptir sér, verður að 2 og svo 4 og svo 8 og svo framvegis, þangað til við erum komið marga milljarða af frumum. Og þá erum við komið með einn mannslíkama. Þannig að allar lífverur eru gerðar úr frumum. En hvað einkennir síðan allar lífverur? Jú, þær þurfa næringu, þær þurfa mat. Flestar lífverur borða eitthvað, en eins og plönturnar borða ekki. Eða flestar plöntur borða ekki. Það eru til plöntur sem að borða skordýr. En þær búa til sína fæðu sjálfar. Þannig að þær þurfa fæðu, þurfa næringu. En það er misjafnt hvaðan hún kemur. Lífverur þurfa að fjölga sér, það þarf að búa til nýja einstaklinga. Þegar maðurinn fjölgar sér þá búum við til börn. Plöntur búa til fræ sem að þegar þau koma í réttar aðstæður geta vaxið upp og búið til nýtt tré eða nýtt gras eða hversu sem tegundin var. Sumar lífverur bara skipta sér. Við þarfum að skoða það betur síðar. Allar lífverur hreyfa sig. Gæti hljóma svolítið sérkennilega hafið þið mætt tré í göngutúr. Þannig að tréið sé að labba eitthvert. Nei, þetta þýðir ekki nefnilega að allar lífverur hreyfi sig úr stað. Það er ekki það sem ég er að segja. Heldur, hreyfa eitthvað part af líkamanum eða part af lífverunni. Tré til dæmis snúa laufblóðunum í átt að sólinni og það gera blóm líka. Þannig að það geta allar lífverur hreyft sér pínu. Það er bregðast við áreiti eins og þarna trén snúa laufblóðunum að sólinni. Við bregðumst við alls konar áreiti. Áreiti er eitthvað sem við sjáum, heyrum eða finnum. Allar lífverur þurfa að losa við úrgangsefni og það er ýmislegt sem að allar lífverur gera. Þetta eru svona aðalatriðin í þessu. Sumar lífverur eru bara ein fruma, eins og til dæmis bakteríur. Bakteríur eru pínu litlar, það eru mjög einfaldar frumur. Svo litlar að við sjáum þær ekki með berum augum, nefn það sé bara komið það mikið á þeim. Þá getum við farið að sjá það með berum augum. En frumdýr, sem eru lífverur sem lifa í vatni, ef við tökum sýni úr bara íslenskri tjörn, sérstaklega sumri til, þá sjáum við eitthvað hreyfast í því í smásjá. Þetta eru mest frumdýr, en það eru stærri og flóknari frumur heldur en í bakteríunum. Flestar lífverur sem við þekkjum og sjáum með berum augum eru gerðar úr mörgum frumum. Þetta eru dýrin og plönturnar, sveppir og fleira. Og þær eru gerðar úr oft mörgum milljörðum af frumum. Þannig að það er misjafnt, eru við ein fruma eða eru við margar frumur. Lífvera sem er ein fruma, við segjum að hún sé einfruma lífvera, en úr mörgum frumum við segjum að hún sé fjölfruma.